En það var að koma út ný rannsókn á fjárfestingum á íslenska listaverkamarkaðnum. Er sniðugt að kaupa málverk, frekar en til dæmis bankabréf eða hlutabréf. Jóhann Ágúst Hansen gerði skýrslu og rannsókn og þar sem rannsóknarspurningin var, er íslensk myndlist áhugaverður fjárfestingakostur? Og hann sestur okkur, Jóhann, velkominn. Þakka fyrir. Já, þú hefur rannsakað þetta og skoðað þetta, hvort að íslensk myndlist sé áhugaverður fjárfestingakostur, hvort að sé eitthvað veit í því að eyða peningunum í myndlist. Margir gera þetta, hafa kannski engan sérstakann áhuga á myndlistinu per se, en telja þetta góða fjárfestingu að geti jafnvel hækkaði verði, og er það svo? Hvert er svarið við spurningunni? Svarið við spurningunni er að þetta er sannarlega áhugaverður kostur. Já. En flestir, ég held að sé ekki rétt hjá þér að flestir kaupi þetta með þessum formerkjum. Það eru ekki flestir, sumir kannski. Nei, sumir sko. Og það er reyndar, það eru til fólk sem kaupir og fjárfestir í myndlist sem svona markvisst, en flestir eru að kaupa þetta út af því að finnst það fallegt og er að hengja þetta upp, og það er svona svolítið plús að þetta á eftir að haldast í verði. Og það sem kannski staðfestist hérna í ritgerðinni sem ég gerði og rannsókninni er að þetta er fjárfestingakostur sem getur komið til viðbóta við aðra kosti sem það hefur, því að þetta getur dreift áhættinu sem það er með, en það þarf þá að gera þetta svolítið markvisst og það þarf að hafa svolítið þekking á þessu, og það er ekki hægt að hlaupa bara til og kaupa hver sem er og hvað sem er. En það sem kannski helstu niðurstöður er í þessu er að það eru ágætis ávöxtun á þessu, ekki miðað við kannski hæpi sem var eins og í bankakerfinu og þess áttar, en svona til langs tíma þá erum við að horfa fram á ávöxtunum på 5-17%. Hvaða málarar eru það, eða listamenn eru það sem að svona, maður ætti helst að kaupa, mesta líkur á að maður græði pening á? Já, það er nefnilega það sko. Þetta er afskaplega erfið spurning. Ég skoðaði 4 einkarsöfn, mjög stór söfn, og lagði þau til grundvallar þessum rannsóknum, og þetta var allt söfn hjá einstaklingum sem er búin að safna í fjöldamörg ár og eingöngu íslenskri myndlist, og ég fekk góðan aðgang að þessum upplýsingum öll listaverkin, og niðurstaðan svo að það voru 2 af þessum söfnum voru sem staðalega eldri meistaranir, svona gömlu Kjarval, Ásgrímur og þess áttar. Þau voru að sína mun minni ávöxtun, það voru kringu 5-8% ávöxtun, sem er nú kannski ekkert slæmt í dag, og hinn söfnin sem voru þá aðalega með yngra fólki, að þau voru með allt upp í tæplega 17% ávöxtun, en öll höfðu það sammerkt að þetta eru söfn með mjög mörgum listamennum, og það er kannski trikkið í þessu að þú ert að kaupa marga listamenn og það er eitt sem vegur annan upp, því að það er svolítið erfitt að segja hver verður vinsæll eftir 10 ár, og þó hann sé kannski svona þokkalega þekktur í dag og gengur ágætlega, þá veistu ekki hvernig það verður eftir 10 ár, þannig að þetta dreifir svolítið áhættuna að vera með svona mörg listaverki í saman. Þar með er þetta kannski svolítið líkt verðbréfum að þú þarft að veðja á rétta listamanni svo að veðja á rétta fyrirtæki. Að sjálfsögðu, þetta er þetta áhætta, og því færri bréf saman með, því færri listaverk saman með, því meiri áhætta. Safnið sem sýndi mesta ávöxtun í þessari rannsókn var með mikið af verkum eftir til dæmis Kristján Davíðsson, sem hefur verið mjög vinsæll og kannski einn af þeim sem þú ert að spyrja og hann hefur hækkað mjög mikið á síðustu árum, og þar að leiðandi sýndi þetta mun hærri ávöxtun en vanlega. Ef eitthvað hefði gerst hjá Kristjánu og að til dæmis falli verðið á honum, þá er þetta safnið þetta verið með meiri áhættu og tekið skellin af því. En hvaða áhrif hafði til dæmis stóra málverkunar fölsunarmálið á íslenska myndlist sem svona fjárfestingar tækifæri? Já, þetta hefur haft gríðarlega áhrif á markaðin alveg frá 80 og 90. Þá svona fyrst fór að flæða inn falsanir á íslenska markaðin. 1999 er sem sagt dæmt í fyrra fölsunarmálinu, og þá féll markaðurinn töluvert. 2004 er síðan kemur loka niðurstaða í seinna málverka fölsunarmálinu, þar sem sagt málinu var sparkað út úr Hæstarétti vegna tæknilega sem sagt galla, og þá hrundi markaðurinn í bókstaflegri merkingu. Hann fór niður í það lægsta sem hann hefur verið síðan 1986. Þannig að þessi málverkafalsanir, þær hafa gríðarlega áhrif, og það skekkja verulega myndina sem er af markaðanum í heild, og
og ruglar þetta fólk svolítið í rýmunu. En markaðurinn eitthvað að jafna sig eftir þetta? Eða? Já, það þetta síðan eftir að svona bankabólan fór á stað, þá þetta fór markaðurinn í ótrúlegar hæðir. En það eitthvað aðeins fallið aftur? Og hefur síðan fallið aftur og hefur aftur á móti ekki fallið neðar en það að hann svipaður hann var í loka árs 2005. Já. Hvað með myndlistamennina sjálfa? Maður svona, hefur alltaf þess að mynda myndlistamennunum í sloppnum og olíuleitana, það sé alltaf skítblankur og alltaf hann að redda sér pening og selja einu og eina myndi. Já, ég held að sé svolítið til í því, þetta samt svolítið mýta, en ég gerði könnun meðal 800 myndlistamanna í þessari rannsókn og þar meðal á launum þeirra. Þar kom í ljós að 56% af myndlistamannunum eru með laun sem beinta myndlist sem eru undir 500.000 ári. Sem þýðir að á ári sem þýðir að þeir eru að vinna einhver önnur störf og flestir eru í kennslu eða öðrum störfum tengdum myndlist. Það er mjög erfitt að lifa því einu saman að vera listmálari. Já, ef við skoðum að lágmarkslaunin hjá VAF eru kringu 1700.000 ári, að þá eru 87% myndlistamanna með undir það af ári. Þannig að það er mjög lítið hluti, það eru bara þessi 13% sem eru raunverulega að vinna eingöngu við myndlist. Þetta er eingöngu tekjur af beinni myndlistasölu. Þannig að margir myndlistamenn nýta menntun sína auðvitað í annað eins og í hönnun og kennslu og ýmislegt þess að þess. Svona lokum, það er áhugaverður fjárfestingakostur að kaupa íslenska myndlist, það getur borgað sig og er ekkit afarslæma kostur, en er það mannbæti þetta á okkur annan hátt? Já, það er þetta íslenska myndlist. Niðurstaðan verður þetta að vera svona fyrir flest allavega svo að þér líkar við listaverki sem þú átt að kaupa. Að þú getur setið með það heima hjá þér eða skrifstofunni allt þitt líf. Flestir eru að kaupa myndlist til langstíma, þannig að það er plúsin við fjárfestingun og svo eða þá fjárfestingin plúsin við fagfræðilega hlutan. Jóhann Ágúst Hansen, takk fyrir þetta spjall. Takk.